Fyrirliði HK fer fyrir sínum mönnum, hann markaðasti leikmaður liðsins. Já, komið þið sælir áhorfendur góðir, verið hjartanlega velkomin á Fjölnir TV þar sem serveri hefjast stórleikur Fjölnis og HK í fyrstu deild karla. Viktor Lekve, hér með hlið heiti ég og mér við hlið Ingvar Örn Ákason. Ég veit ekki hvort sé kveikt á mér. Það kveikt á þig kallinn minn. Já, við ætlum að lýsa þessum fáránlega spennandi leik sem framöndan Fjölnir HK og Viktor, hvernig líst þér á það? Mér líst þokkalega á þetta. Ég fór svona yfir skýrsluna hjá HK og ég þekki 6 leikmenn held ég. En þekki alla hjá Fjölni, maður vannmetur ekki unga og efnilega leikmenn. Nei, eigum við að renna eitthvað í liðin eða? Já, ef við kannski að renna bara yfir byrjunarliðin þegar við sjáum þau inn á og svo kynnum við þá mennin sem kom inn í leikinn. Já, kynnum skiptingar svolítið dramatíst að vanda. Já, mjög gott. Hérna nú erum við Jóhann Örn hérna á mæknum sem fyrirlið Nefans og það magnaður leikurinn eftir, Viktor. Það stórleikur Vangja Júpiters og Nefans. Engin spurning, við hvetjum alla til að annarkvæmt mæti Dalhús eða horfa og hlusta hér í útsendingu því að leikurinn verði þráðbeinn útsendingu. Ég og Bergur Snorrason erum að fara að lýsa þessum leik og þú ert hugsanlega að fara að spila. Mögulega. Þú allan á skýrslu. Ég verð á skýrslu í leiknum, það nokkuð ljóst. Já, hvað getum við lesið út úr þessu fyrir þennan leik? Ég meina, okkar heimamenn er væntanlega líklegri en HK-ingarnir eru að koma til, þeir eru komið með Egil Björgvins, þeir eru með Eyþór Vestmann, þeir eru með Andra Helga. Þetta fínasta handboltalið. Mjög fínt handboltalið. Ég held að þeir séu með 4 stig HK-menn. Sigurðu KR og IH með skjáttlastykki. Já, það örugglega rétt hjá þér. Ég ætla að treysta það fyrir þessu bara. Já, með 4 stig og meðan að Fjölnismenn sitja í öðru sæti með 8 stig. Eftir 6 leiki. Og já, dómarapar í dag ekki að vera endur en Gísli og Gunnar Óli. Þannig að við ættum ekki að þurfa að kvarta ómikið við þeim en við látum kannski aðeins heyra ef það verður eitthvað vesen. Að sjálfsögðu. Og þó ætlum að sjálfsögðu að reyna að halda ró okkar eins lengi við getum. Við minnum alltaf sjálfsögðu áhorfendur á að þetta Fjölnir TV og við verðum litaðir, það ekkert flóknar en það. Engin spurning. En vonandi bara að fara einhvern tímann í okkar átt en við getum haft gaman að vera haldandi með okkar liði. Ég held að Gísli eigi eftir að taka afdrifarík mistök snemma í leiknum. Heldur það? Já, ég finn það einhvern veginn á mér. Sem að hefur áhrif á leikinn sem sagt. Já, Gísli í honum 50 og fyrir þetta hann fekk sér nokkra og það gæti sittið í honum. Já, ég veit það ekki. Gísli toppdómari og búinn að vera bara á hæsta level í mörg ár og telja vera algjörða skandal, hann sé ekki búinn að dæma í úrslitakeppni Evrópumóts eða bara heimsmeistaramóts. Frábær dómari. Það nokkuð ljóst eins og við sjáum að það HK sem vil byrja í sókn. Fjölnismenn stilla hann upp í vörn. Mér finnst ekki líklegt að þeir sé að plata áhorfendur. Hvað segirðu? Svona mér sýnist öll að Fjölnismenn muni byrja í sókn. Já, ég samla því. Þetta góð kynnting. Það verður mjög fint ef Fjölnismenn myndi byrja sér. Ég myndi alltaf nálega. Já, herrið þarna Eyþór Vestmann í skiptunni, Egil Björgvins á miðunni. Og Svavar Knútur. Já, Svavar Kári. Og Aron Gauti, toppvinnu minn frá Partillekaup í sumar. Tónlistamæður. Já, og svo Andri Þór í horninu og Tryggvi á línunni. Tryggvi náttúrulega frábær línumæður. Já. Eitt besti leikmaður HK á síðasta tímabili. Þeir eru fjallu með sæmd, ekki að segja það. Engin spurning. Nú, við lítum aðeins upp í stúkuna og sjáum Guðmundur Rúnar Guðmundsson, okkar ástkæra þjálfara Fjölnis sem er komin í HK, hann er að horfa leikinn. Og fyrsta markið er komið, Tryggvi Þór. Skemmtileg sending hjá Agli. Já, þá keyrum við hérna Donni. Þetta er hefðbundið byrjanlega hjá okkur, Svenni, Bjöggi, Donni, KK, Kristján Karlsson í horninu, Bergur á línunni og í vinstrihorni er Brynjar Loftsson. Gríðarleg liðstyrking fyrir Fjölnisliða að fá þennan leikmann frá Gróttu. Engin spurning, það hlaut að koma að því að þeir eru styrking frá Gróttu einhvern tímann. Já.
í lífinu og það gerðist núna. KK er topp leikmaður og topp strákur líka. Þarna vildi ég fá boltan bara beint niður í hornið. Fín sending. Og það strax svarið Sigurjón Guðmundsson með fyrsta varða skotið. Ungur og efnilegu markmaður þar á ferð. Já. Sjáum að HK-menn alltaf reyna að gíra sig upp snemma, byrja að taka fríkostinn. Fagna mikið vandalega. Þeir þurfa vandalega mikið að hamra okkur niður eða ætla að vinna hann leik og það er Donni með rosalegt mark. Góðir gestir, Kristján Örn er vaknaður. Já, það er 1-1 Kristján. Nú, þetta er skref, þetta hljótar skref. Já, hárréttur dómur Eyþór Vestmann tekur hana 5 skref. Gunnar Óli með putan á púlsunum að venju. Gísli fylgist vel með góðri dómgæslu Gunnars. Þarna datt musterið. Það þarf örugglega að skúra í svona hálftíma núna. Sennilega. Svennilega eins og við köllum þetta. Það er nýjasta orðið sem við ætlum að koma með inn hérna. Það er að einhvað sé svennilega gert. Ég kemst svennilega ekki í kvöld, Viktor. Djöfull er það sennilega lélega. Já, það er bara svennilega. Já, það er hérna verið að sópa en eftir hann. Gult spjald eftir þetta. Hættulega brot. Já, þetta var bara, þetta er rautt á loka mínútu leiks. Það er bara þannig. Ég myndi halda það. Jæja, og þá er leikurinn komin af stað. Það er markaðasti leikmaður Fjölnis, Björgvin Rúnarsson sem stjórnar þessum sóknarleik. Já, hann er búinn að springa út núna í upphæfu tímabils. Í leik er þetta 2 mínútur. Finn ekki andlit á honum hana. Jæja, hann gefur gult, Gísli gefur gult. Svenni er nú ekki ofta að kvenka sér svona í framann. En það fá menn meiða sig þegar þeir koma við andlit á honum. Maðurinn er gerður úr stáli, það er bara þannig. Hann er kryptonætti fyrir Súpermann hérna einhvers staðar. Það er bara svoleiðis. Þetta er svo þvílík markvarsla. Það er vel varið þarna. Sigurjón með annað varða skotið þetta en búið að dæma. Þeir fór inn í teig þarna. Já. Og það er Eyþór Vestmann fékk guldspjald og Björgvin, okkar eins og sagðir markaðasti leikmaður, er að fara að skora sitt fyrsta markinn í dag vonandi. Hann skoraði 12 mörk í síðasta leik. Gegn Mílunni í bikarnum. 12 mörk. Fór nokkuð auðvelt. Og með sitt fyrsta markinn í dag. Björgvin Páll Gustafsson. Ég sé við köllum að Björgvin Pál Gustafsson í þessu leik. Já, ég er til í það. Ég veit ekki alveg hvort að pappa og kamerun sem sáttu með það. En við erum búin að segja hún að fyrirfram, þá er það kannski lægi. Já, hann veit af þessu. Já, hann brosti ekki eins aðeins að við veitum ekki alveg hvort við þorum þessu. Já, fínt. Hann sló mig hér. Hann var ekki sáttu við þetta. Já, ekkert hann fríkast á það. Búið að hann fríkast niður í samt. Egil stýrir sig hérna. Já, Björki framalega. Já, aftur skrifa á hann. Þetta er bara hárréttur dómur. Þetta er bara hárréttur dómur líka. Já, ég er sammála. Þeir fær ekki að dæma um þetta að vera hárrétt. Já. Og Donni. Já, no-look frá Svenna þarna. Gríftu þetta, drengur. Já, markmann á bónda með línu. Þetta var svona góð sending frá Svenna. Bergur ekki alveg. Nei, ég held að hann bara ekki búist við no-looker frá Svenna. Nei, það er enda, ég hef aldrei séð Svenna gefa no-looker. Nei. Hann er meira að horfa að senda. Benda oft með þessu. Já, hann er meiri í því. Hann er svolítið í því. Byrður dómarinn að stoppa tíma, bendir ég senda á þig. Það er bara svoleiðis. Og ert ekkert að rugla í því. Og vörnin tekur þetta. Nú, Ingvar Kristinn er að byrja hann að leik. Hann fór út af meiddur á móti Mílunni. Þar sem Bjarki átti góðan leik eins og í leiknum móti KR. Það spilaði Bjarki allan leikinn. Við erum alltaf þeim kostum gætir að vera með góða markmenn. Mikil samkeppnisstöðuna, nú er Donni hérna. Já, stingur niður hann bara. Og, já, fyrir réttur. Komið 2 mörk. Já. Kristján Donni með 2 mörk hérna og þá koma HK-ingar í sóknina. Staðan 3-1 hérna eftir 5 mínútur sléttar og já, bara góð byrjun í okkar mönnum. Við viljum hérna slíta okkur frá þeim eins hratt og fljótt við getum. Já, fríkast hana, gult spjald á Björgvin. Yellow card. Já, Egil, hörku leikmaður hana. Er í legging samt. Já, hann er uppalinn íringur sem spilaði fyrir Víkingi í dágóðan tíma ára hann samti við lið HK. Já, spilaði með Víkingi í vor þegar unnu okkur í úrslagkeppni umspilinu. Og vá, hann að vera Andri inn úr þröngu færi. Þetta kallast demandurinn. Já, Andri er öflugur.
En okkar menn núna staðan 3-2 og Svenni sjá þetta, hann lappar að punktalínu, vippar sér upp og hamrar. Þetta gerist ekki mikið öflugur en þetta og auðvitað skorar hann þegar hann fær svona frískot. Frábær leikmaður Kristján Örn. Já, búinn að stíga mikið upp á síðasta rúma árinu. Hann að breytast í hörkuleikmann. Það gríðarlega gott fyrir bara komandi landslið að eiga Ómar Strák og Kristján Örn þannig. Fyrsta var það boltinn Ingvar Kristni. Já, ég sammála því. Þetta er góð breytt sem við eigum að Ingvarlandsliðunum hægra megin. Þriðja línusettingi sem klikkar af Fjölnismönnum í þessu leik. Nei, ekki Fjölnismönnum, HK-mönnum, HK-ingum. Donni áttur að dribla þarna. Já, hann ákvað að tilla sig bara. Hann nefndi þess ekki. Og nú er komin leikmaður númer 19, Elías Björgvin, inn í liðið HK-inga. Skrítin varnarskipting sem að taka. Þeir að taka varnarskiptingu yfir í vinstri skiptingu á móti hægri skiptu. Enda skipta þegar sóknar löngu byrjuð. Nú. Þetta er náttúrulega ekki ruðningur. Fyrir 5 ára. Nei, það getur bara ekki verið að þetta var ruðningur. Og Andri með annar markið sitt hérna. Þetta var ódýr dómur, Viktor. Mjög ódýr dómur. Já, hann bara sækir á hann getur ekki fengið ruðning í hreyfingunni. Þetta er mjög skrítið. Finndu til hægri, ekki áfram. Það fór ekki á mannin, hann var að sækja til hliðar og maður fylgjur honum, þannig að ég sé ekki ruðninginn. Skandall, við segjum það hér, skandall. Já, Gunnar Óli heyrir í okkur. 4-3 staðan. 7,5 mínúta búinn. Fjölnismenn í sókn. Já, lína hana, já. Þetta var ekki skynsamleg ákvörðun hjá Björgvin. Nei. Það er spurning alltaf þennan klikkar, hvort það sé Gústafsson og Rúnarsson þegar það skorar. Þegar Björgvin Bátar Rúnarsson myndi ekki gera þessi mistök. Nei, það er rétt. Kristján Örn kastar út að vill fá fríkast. Ég er bara algjörlega ósammála, það er ekkert á þetta. Nei, það er búið að breyta svolítið þessi áhersla bæði þegar menn er að senda og skjóta þegar kemur svona þessi eftir á snerting einhvern veginn. Og ég er sammálaði, ég vil ekki að þetta sé fríkast. Það er óþolandi. Menn átt að sækja fríkast á. Þetta er ekki brot, þetta er bara ekki fríkast. Mér finnst alveg óþolandi hvað eru dæmt. Það voru mögulega dæmt mörg ódýr fríkast í handbolta hérna. Ég held að sé að vera að breyta þessu. Og mér finnst það er bara til eins betra. Já, hvað gerða hérna í konum vinstri Fín sendingan á línu. Og Tryggvi með sitt annar mark. 4-4 staðan. Já. 4-4 staðan eftir 8:40. Og já, þetta er rólegt núna. Björgvin, Donni og Svenni fyrir utan hérna. Leysir KK inn. Frábær sending og vel gert hana. Það er spurning hvort við fáum endursýning af þessu. Hvað var að gerast það? Hvað gerðist í varnarleik? Ég bara veit að ég hef aldrei séð galopin Gæja og Berg hana. Já. Það mætti halda að það var 2 mönnum fleiri í þessari sókn. Þetta var mjög skrítið, þá bara, hann horfði, beið, hammer sending og svo Fótur, kom þetta. ekkert dæmt. Fjölnismenn fengur líka boltan. Og Brynjar Loftsson. Hann er inn í teig hérna, þetta hlýtur að vítakast, já. Ég veit að hann víti í alveg leik hérna. Gísli er ekkert á því, Gísli nennir ekkert að dæma víti. Það er óþolandi að vera að skora einhverju vítum. Gísli er eitthvað toppmaður, vinnur í Íslenska gámafélaginu, algjör toppeintak. Er mikið að vinna með mægispókana, sem eru endurvinnanlegir ruslapókar. Þetta eru líka stór góðir ruslapókar. Mjög góð, skrítið lykt að þeim, en fín nýting. Frábær sending. Vítikast dæmt. Gunnar Óli vill fá víti, Gísli vill ekki víti. Hann er að dæma víti á nákvæmlega saman hlut og var ekki dæmt hérna fyrir 25 sekundur síðan. Inn í teig, ekki inn í teig, skiptir greinlega máli hverju megin þetta er. Já, þetta á að vera þá í báður áttir, beggja vegna. Og Andri, og það er Ingvar. Ingvar Kristi með þriðja varða skot. Þá fær hann náttúrulega eiginlega bara í sig þarna, en Ingvar síður það var í skot. Velgert Ingvar. Við fögnum þessu klálega. Og þá er það Björgvin og Donni.
Já, Svenni kallar eitthvað í gangi hérna. KK kemur aftur inn, leysir á milli 1 og 2 hérna hinum megin. Og Björgvin. Góðir Hvað að gerast? Það ekki bara Sveinn sem getur velt markinu við. Já, það eitthvað að búa að vera aðinn. Eftir að Svenni byrja á þessu Reykjavíkurmótinu, þá menn bara fattin að taka þetta. Það Berglind, það Díana, það Björgvin. Þú veist, hvað í gangi? Þetta orðið trend í Dalsúð Dalhúsum. Já, menn eru bara hamran samskeytin inn. Boltinn á 100 km hraða. Þetta ekki hægt. Ég held að ég var handviss þessu bolti að það veri aldrei mark úr þessu. Nei. Hann bara gaf mér ekki mikið traustan í stökkinu. Upp með því strákur. Jésús Já, Kristi. þetta var skrítið. Hoppar aftur á bak. Já, þetta var mjög skrítið. Þetta sem ég reyna að kenna yngjurflokkunum að gera alls ekki. Þetta var skref. Já, ég er ennþá að hugsa þetta mark hérna staðan 6-4 eftir 11:45. Rosalegt mark hérna sem Björgvin Páll Rúnarsson hendi. Setta bara upp einn og óstuttur. Það var enginn sem hjálpaði við þetta mark. Já, þá var Egil kominn inn aftur og ætlar að stýra þessu. Og sækjandi vinstri. Þeir eru mikið að leita línunni hákámenn. Ég held að þetta sé 4. eða 5. línu sem klikkar í þeim. Þeir eru mikið að reyna þröngunum inn á línu. Og hvað er hérna? Kristofur með sending út í horni. Léleg sending en Brynjar Loftsson bjargar honum. Já, enda Brynjar kallar stökkmúsin og það Bergur galopin á línu. Hvað er að gerast í sem vartar? Já, Bergur galopin og við sjáum hann á línu og fáum nægan tíma til að senda á hann. Ég skil ekki alveg, áttum mig alls ekki á þessu vartarleik sem Nei, HK var að spila. en við fögnum því samt. Fínt fyrir okkur. Stað 7-4 eftir 12,5 mínútu. Já, við þurfum, Viktor, áður en að fyrirháleikurinn kláraður, þá þurfum við að finna eitthvað til að veðja á í seinni hálfleiknum. Þannig að þú bara hefur það í huga eitthvað sem þú vilt, hvort það sé mörk skoruð í leiknum, mörk skoruð að öðrum megin, einhver mörk á okkur leikmanni, þannig að við finnum það kannski á næstu tímum. Minnum líka hashtag handbolti. Já, engin spurning. Og þeir sem að tvíta og hashtagga handbolti þennan leik, þeir geta átt möguleika að vinna árskort á heimaleiki Fjölnis. Já, þar hafið þið það. Og það ekki, það dugar líka í úrslitakeppninni. Engin spurning, við sjáum hvað það setjum með það. Það verður að vera mjög skemmtilegt tweet eða tíst. Við hugsanlega mögulega kannski tröðum út einn heppin en línusending og stöngin. Já, það er ekki alveg að nýta línuna nógu vel. Hann greip boltan allan að þetta. Þetta hljótar 2 mínútur að koma með guldspjald. Hann má mögulega fá treyjuna hjá Björgvin eftir leik. Já. Hann vildi hana núna en ég veit ekki alveg hvernig búningastað Fjölnis er. Björgvin krotar á hana ef hann skora 6+ í leiknum. Þá getur hann krota á hana fyrir hann. Það er ekkert mál. Við getum kannski krota líka ef hann vill. Ég er alveg til í það. En höldum bólunum okkar samt, nema vilji bólunum okkar. Og ég ætla að tippa á Bergur fái boltan í þessu sókn. Nei, hann fær hann alls ekki. Svenni hann með slagt skot sem var að vörninni. Hákomin geysast. Já, geysast er reynda kannski á þeirra hraða. Já, rétt hjá þér. Vá. Já, Andri gerir þetta snirtilega. Frábær hornamaður. Andri er bara mjög góður. Það er ekki spurning. Það er 2 búin að skora fyrir HK og 3 búin að skora fyrir Fjölni. Staðan 7-5. 7-5 fyrir þýsku mælandi áhorfendur. Já, Breki Hagstaksson. Já, Breki Hagstaksson er nýja nafnið hérna sem við erum að sjálfsögðu að stendur alltaf á töflu. Hann er skýrður Hagstaks. Ég legg til að við fyrir að telja tæknifeila hjá liðunum. Það eru eitthvað fleiri en mörkin. Þetta er orðið svakalegt hvað HK-menn eru búin að gera marga tæknifeila hér upp á mínútum þessa leiks. Já, engin spurning. Það eru allan illa ígrundaðar sendingar. Og, en enn og aftur við getum svo sem ekki verið brjálæri við því að við hitlið er að gera ómörg mistök. Við fögnum því að sjálfsögðu. En ég er sammála þetta er sérstætt. En við viljum samt sem áður skemmtilegan og góðan handboltaleik. Algjörlega sammála því. Já, þetta var ekki alveg eins og hammerinn í náðan. Það var svona sem ég hélt að hammerinn færi. Já. Og hann átti kannski þennan inni. Við erum kannski óstaðir í sóknu. Við erum alltaf 1 og 1 bara að skjóta. Ég myndi vilja sjá meira flæð á boltan. Já, sammálaðir þar. Hætt að gera þetta sjálfur og vinna saman sem lið. Skora örugg mörk.
Já, maður sjá hvað gera þeir núna. Og Eyþór, hann liggur línumæðurinn, Tryggvi. Og það er varið. Við skrifum þetta varið á Ingvar. Þá eru komið 4, ekki satt? 4 varinn skot, 3 varinn hinum megin. Ég hélt fyrst að miðjumæðurinn sem er nú 27 hérna, leikmaður Bjarki Finnbogason. Ég hélt fyrst að hann var ekki í skóm. Rosalega hvítur. Ég held að hann væri bara hvítur sokkum, ég hugsa bara allan ekki að færa í skó. Svo sá ég að eitthvað undir hérna, hann er í skóm. Það er bara eitthvað svona tennisskór sem passa eitthvað með akkurat við ökklasokkana sem hann er í. Og hérna, þetta er eitthvað trendandi, annarkvæmt er ekki skóm eða þá er í sokkabuxum, en við fílum það bara. Það er alveg í lagi að legwarmers eins og einn er í því. Við fílum þetta. Jæja, hvað gerir Eyþór Vestmann? Já, ég ætla bara að segja það, Viktor, ég held að boltinn hjá HK er bara aldrei gengið í hægra hornið. Nei. Ég held að sæki eingöngu vinstra megin. Ég veit ekki hvort það sé að hlýtur að vera meðvituð ákvörðun, en það Andri góður slúttari og... Já, fullgóður í þessu leik finnst mér. Var hann ekki að skora en Andri? Jú. Það vantar mark á töfluna. Staðan er 9-6. Það er 8-5. 8-6 fyrir ekki. Það fór mark Fjölnis megin. Já, ég er að segja, vissi að það hefur með 6. Björgvin Páll Rúnarsson fekk á sig skráðmark. Nei, hann er komið 2. Það vantar hérna 8-6 í staðan, já. Það var Bergur Snorrason. Enn og aftur er Drengur Kristjánsson með einhverja kyndingar hér á ritaraborði. Við kjósum að láta laga þetta. Gísli náttúrulega lætur þetta sjálfsögðu ekki viðgangast af vellinum. Nei, eðlilega ekki. Áhorfendur eru líka trilltir hérna. Ég sá að Jón Kristinn Þórðarsson hótaði að setja upp annað lag á YouTube ef þetta er ekki lagað. Það vil það enginn. Nei, það menn er ekki að biðja það allavega. Ég segi kannski ekki að vilja það enginn, en það er enginn að... Já, það er enginn haft kröftu mótmælum þetta. Jón Kristinn, mátt gera það svo vilt. Ég fíla þig í tætlur. En Fjölnismenn stilla hér upp. Það búið að laga þetta. Mattias. Þá er Matti komin inn á og enn og aftur. Bergur Snorrason er bara á leiðin að vera maður leiksins hérna. Sjáum. Já, Jón Gunnlaugur fyrrverandi herra Ísland er mjög ósáttur hérna niðri. Og já, ég skil hann vel, mæta vel. Þetta er erfitt. Þá fara þær í svona klassísku vörn, maður á mann, einu fleiri með matta fyrir aftan. Þetta er ótrúlega fyndin vörn. Þú ert ekkert að fokkið þessu? Ég myndi ekki nenna að spila mótið þessu. Nei, ekki eina sekundu. Og það þurfa að hreyfa sig mikið hérna fyrir utan til þess að komast í gegn. Og hann kemur tenniskapinn og hann skorar bara. Bjarki Finnbogason með sitt fyrsta mark. Full auðvelt finnst mér. Já, þessi vörn á ekki bara að lúka, hún á að gera eitthvað. Já. Þá þurfa að þétta gaska aðeins fyrir utan. Jæja, staðan er 9-7 Viktor og 17-20 búnar. Hann er fleiri, boltinn út í hótt. Og inn, hafna. Þetta er vel gert, vel spilað. Já, vel gert hjá Brekka þarna, vel gert hjá Kristjáni. Þetta er nákvæmlega, ef við fáum þessa löngu sendingu þá vil ég miklu oftar fá skyttuna að koma á siglingunni. Mér finnst það stundum vanta. En það gerir þetta vel þarna. Egill nennir svo alls ekki. Það er eitthvað sem segir mér að verða dæmt skrif á HK þessari sókn. Ég finna bara á mér. Ég hugsa að verða dæmt tvígrip. Þannig að við tippum báður á tæknifeil. Ég er nokkuð viss að verða ekki dæmt óluleg blokkin. Ég er handviss eiginlega að verða tvígrip. Og ég held að verða dæmt hérna á hægri skyttuna. Svappa úr eigum. Og driplaði strákur. Já, varið frá honum, við þykjum það. 5 varinn frá Ingvari. 7 fengið á sig, Ingvar reiknaði nú. Já, þetta eru 45% markvarsslag það bil. KK í gegn. Og það er glæsilega varið Sigurjón Guðmundsson með 4 varða bolta. Þetta er sonur Legends. Það er bara svoleiðis. Þetta er sonur Guðmundar Hrafnkilssonar. Það er landsliðsmarkmanns eitthvað hefur hann þá. Og meira. Það er bara, já. Lítur ekki alveg eins út á pabbi sinn en góður í marki greinlega. Já, hann er góður í marki. Hann má eiga það strákurinn. Þetta var góð hreyfing. Vítakast, skemmtileg reyning og þetta er nú frekar dýrt kannski. Já, líklega rétt samt.
Þetta ekki þessi skandalsdómur sem ég held að myndi taka ég held að koma þetta í svona það byrja 8 mínútur þessi skandalsdómur og mig grunar að veri mjög skrítið rautt spjald sem fljúga á loft. Já, mér finnst reynda skrítið rautt spjald í leiknum ekkert ósvennilegt eins og við segjum. Ósvennilegt. Heyrðu, Andri með 5 mörk hérna. Það spurning að taka hennar mann bara úr umferð líka í vítakostum. Já, spurning að sæna hann bara yfir. Ég vil gera félagskipt við drengin á morgun. Já, hvíti myndir þetta í kvelli. Já, fá mann yfir í Fjölni. Andri Þór Helgason, hann hefur gist heimi á mér, Viktor, bara svo vitur það. Það ekkit annað. Nei, allt hákvæliður reyndar í öðrum flokki gerði það á síðan tíma. Það sennilega hápunktur lífsins. Já, þeir er alltaf hákvæliður gist heimi á mér. Og þjálfarinn Kristinn Guðmundsson, sem býr núna í Noregi, hann ákvaði að gista heimi á mér. Rauða þrumann, já. Nú, þetta var mjög skrítin heiming á KK. Og Donni, já hérna hér, hvað er að gerast? Hárréttur dómur. Hann vantar eitthvað í sóknarleikin, Viktor. Já. Og sérstaklega núna einu færri, við erum eitthvað smá ráðþróta hérna. Og hann er að setja sokk í mig hérna, Bjarki Finnbogason. Tenniskapinn. Hann er bara víst í skóm, segir hann, og hamrar bara inn á markið. Hann er ekki með tennisólbúa þessi. Alls ekki, það er hárrétt hjá þér. Og ég ætla með þess að tippa á þetta sé handboltaskór sem hann er í. Eftir ég sá þetta mark, það finnst mér það líklegt. Já, ég hef ekki séð svona skó áður. Það er mjög krútlegt allt saman. Æja, það er 10-9, 20 myndir búnar. Leikunni allt og jafn fyrir mína parta. Og Donni. Er þetta rautt? Er það 2 mínútur, er þetta ekki neitt? Einhver staðar sæði maður, já. Ég hefði sett þetta bara á markmaður á útkast og rautt, jável. Já. Er það ekki? Jú, þetta var full mikið pús í loftinu fyrir minn part. Já, nú er guldspjaldinn og Arnar, hérna vantarlega Gunnar Óla. En ég er bara sammála Adda þarna, hann skýtur í, en þetta er reynda broti sem við erum að tala um á þann, það er verið að Já, þarna kemur pússi aðeins fyrir, hann finnur meira fyrir. Mér finnst samt 2 mínútur skástykkur raut og markmaður og bolta, mér finnst það ekkert lélugu dómur. Alls ekki lélugu dómur. Þannig að hérna, en við hefðum alveg getað sér rautspjaldina, ég ætla að telja hákáðingarna bara heppna að vera ennþá með Eyþór Vestmann gjaldgengan í leikinn. Hvað er að fara að sjá hérna að bóta leikli, já. Já, þetta var rosalegt moment. Þetta var athyglisvert moment. Og eins og við heyrum, það var engin tónlist núna, þau erum að senda leikina á YouTube held ég. Þannig að þetta er bara höfundaréttar var en YouTube-lög sem á að spila á leikinum. Þannig að við þurfum kannski að búa til playlista þannig, það er ekkert Life is Life með Opus núna. Þannig að hérna, hvað þá Fjölnislæði, það er alltaf vitlaust. Bubbi er búinn að banna okkur að spila leikin sín. Já, þannig að við hérna, þannig að þetta er svolítið svona krútleg stemning, engin tónlist, allir bara svona heyri hverjum öðrum. Það er líka gaman, mögulega heyra áhorfendur núna í þjálfurum. Já, það er reynda gaman, það er reynda gaman. Þeir heyrðu allan þegar Addi var ósáttur, hann sagði af hverju haldið hann að við skotið 5 metra yfir. Hann fekk guldspjaldið ekki, Gunnar Óli hótaði allavega, hann lappaði hann, ég sá ekki hvort hann að gefa hann guld. Hann fekk ekki guldspjald, nei, hann hefur kannski séð að sér að þetta var skrítin dómar Leona pústaðis. Hann fær pottitt guld næst. Já, ég meina við fyrsta næsta tuðið eða komment á fæna guld. En eina sem ég ætla að segja þessari stöðu núna er koma svo. Fylgismenn. Koma svo, já. Júli Disco kom með þetta skemmtilega slanguriri. Koma svo. Það er ekki amalegt ef Júli Disco sagði þetta, eða Júla Disco eins og hvernig mann öll eftir. Já, Adda fór Egill bara lappaði. Lappaði bara vörninu og hamraði markið. Jæja. 10-10. Og við fáum Berg inn á núna, ég ætla að tippa á Berg og skorði í þessari sókn. Hann er búinn að vera okkar traustasti maður hérna í fyrirháleik í sókninni. Ótrúlegt eintak af manni. Og hanna, já, Donni ætlaði ekki að láta íta sér aftur. Nú veit ég ekki, nú er svolítið langt sinni ég hætti að hafa handbolta, Viktor, en það var nú þannig að það var einhver í hinliðinu sem var afburða góður. Getur stokkið eins og kengúra og hamrað eins og vörubíl. Að þá er ekki trikki að fara frá manninum. Nei, það er ekki ég svona... Ég kendi allan ekki þegar ég var að þjálfa. Nei.
Klessa var, nei. Hvor það? Það Matti? Ég held að hann var ekki að donna hana 2 mínútur. Matti með sína aðra brottur sem báða svona tiltölulega. Þetta full mikið að Komið. Jæja, ágættu, núna eru hlustendur, við erum með vantarlega stillimynd hérna, það hálfleikur, ég kom með Jón Pálsson sem starfsmaður C á skýrslu á Fjölni, sæll Jón. Blessaður. Hvernig leggst þetta bara svona aðstutt, við erum að fara yfir, staðan 16-12, Ingvar með ágættis markvistliðina, fikk 2 gefins inn í lokin, 10 var í skot hjá honum, Donni markast hjá okkur, hvernig líst þér á þetta annars? Já, við erum bara eiginlega búin að vera sjálfum okkur verstir í þessu leik. Já. Það má segja það, við erum búin að vera klaufalegir bæði í sókn og vörn. Sammála því. En ég meina, ef leið og vörnin kemur, þá getum við aðeins fara að sigla fram með þeim. Já, við eigum að, núna í þessar stöðu, hvað er Adda að segja við á hálfleik? Erum við ekki bara að fara að keyra, skilur? Jú, við erum allan daginn, ok. Við erum ósátti með okkur, við viljum vera núna svona 6 yfir allavega. Ég er sammála því. Og við erum að fara að stefna í, planið er bara að halda áfram, skilur. Við erum ekki að fara að verja einhverja stöðu, við ætlum okkur að setna áleikin. Ég held að við séum ekki að fara að taka neina áhættur, við erum bara með það bara sem við viljum hafa það. Engin spurning. Og við bara þurfum að nýta okkar færi betur í sókninni og vera aðeins skynsamari, við erum að fara klaufalega út af 2 mínútur í vörninni og eins og ég segi, bara nýta aðeins færun okkar betur og þá er þetta bara að fara að sigla hægt og rólega í öruggan sigur. Ok, þannig að við ætlum að laga þessi varnarmistökar sem við erum að láta henda okkur ódýrt út af, laga sendingafeilana hérna fram á við og spila kannski það sem ég finnst vanta aðeins meira svona flæði í sóknarleikin. Já, við erum að taka ótímabær skotstundum. Já. En þú veist, það kemur bara með aðeins svona, hvað ég segja, bara yfirvegari hugsun og ákveðna tökum. Ok, þannig að Addi fer við þetta núna og við tökum seinna áleikinn. Við fáum bara spátum frá það, hvernig verður leikurinn? Það er 16-12 í hálfleik. Þetta fer 30-25.
Vá, 30-25 út að spá sem miklu með leikan ég ætla að spá því hérna í hálfleik, ég ætla að spá því aftur eftir ef að svo fólk heyri þegar ég... 5 mörk eru örugt. Sko. Já, ég ætla að segja þetta verið 8 mörk allavega, en hérna þú segir 30-25 og við sjáum hvað setur staðan 16-12. Jón Pálsson, takk kærlega fyrir innlitið og gangi ykkur vel í seinni hálfleik. Takk sem leis.
1, 2, 3, 4, góðir gestir, við erum enn aftur mættir í þráðbeina útsendingu úr Dalhúsum. Staðan 16-12, Fjölnismönnum í vil, þeir hefja leikinn í sókn, manni færri. Jæja, Viktor, Lekkveð, við glimtum að gera veðmálinn í fyriráleik. Já. Hvað leikmann hefur að tippa á? Ég segi að Eyþór Vestmann fóði rautt, ég tippa það. Ef að hafa það veðmáli bara? Já. Er ég þá á mótið þér eða? Já, þú ert á móti mér og síðan má þú velja eitt veðmál sem ég er á móti þér í. Ok, þú tippar á Eyþór Vestmann. Fóði rautt. Og ég tippa á að... Vel var það, Guðmar Haggjals. Ég tippa á að... 7 skot varinn í honum. Ég ætla að prófa að halda með einum í hinlun, við erum með báða í hinlun, það er svolítið fyndið. Ég ætla að tippa á að hann verji 14 skot. Já, ég er á móti því. Bara 14 slétt. Þú ert á móti því. Þannig þú ert með Eyþór Vestmann rautt, ég er á móti því. Og ég með hans ég 14 varinn, jafnvel meira og þú ert á móti því. Samanlega, skemmtilegt veðmál. Mjög gott. En góð finta hana hjá Agli sem að finta þessi... Egil var að skora hana sitt annar markið ekki. Auðveldlega í gegn. Gerið þetta með, annar markið hans, Egils. Þetta er annar markið hans. Það er 16-13. Leikmenn orðnir jafn margir inn á vellinum. Sem er alltaf gaman. Bjöggi. Það var Andrea Gassi, ég hefði hann bara með stæla í vörninni. Hamrar hann bara út af. Það er hot. Það er ekkert fríkast. Ég hitti dómarinn hérna í hálfleiknum rétt á hann kom inn og rétt á hann ég hljópið upp. Og hérna joggað upp. Þeir voru mjög sprækir. Ég hef aldrei séð menn svona spræka. Löpuð brosandi út úr dómarklefunum. Það hefur einhverju brandarakefni í gangi. Já, ég veit ekki hvað hann er. Báðir innan. Þeir eru ekki partnerar, þeir eru ekki makkarar, hvers annars. Þeir eru hérna að leysa af. Hann er farið aftan í höndina á Bjögga. Það hljóta var 2 mínútur. Þetta er bara háréttu dómur. Fór aftan í 2 mínútur. Agassi sem farið hana 2. Já, Jóhann Ernir er mikið mun að tilkynna hver fær 2 mínútur brotið sem hér. Ég vil líka við innleiðum inn í þetta. Fyrir Njaski var leikmaður nummer 26. Ef einhver liggur og er meiddur, tilkynnu við það, hann var fyrir Njaski. Hver var fyrir Njaski, já. Við eða Jóhann eða báðir? Jó, bara allir. Allir, já. Við erum að passa upp á að tala um þetta, já. Ég samanlega því. Við skal skrifa það í umfjöllun á Fjölni handbolta í kvöld að ef einhver var fyrir miklu Njaski á að tala um það. Já. Maður vill alltaf fá að vita, ég meina, þú veist, ef hann á 3 léleg skot eftir að orðið fyrir Njaski, þá getur maður kent meðslóðum um það. Algjörða, hann var fyrir Njaski rétt á hann. En Ingvar var að verja. Og bestu vinnindir hann að senda á hvern annan, eða senda ekki á hvern annan. Ingvar að senda á Brynjar. Brynjar hvað er annað markið frá Brynjari og hvað 11. skoti hjá Ingvari, eða hvað? Já, ef við tala þetta sem var í skot, þetta er svona hann gríp. Já, ég meina, þetta hefði farið innhefning í staðið þarna. Já, ég ætla að skrá 10 hjá mér á þá. Já. Mér finnst þetta of soft til að gefa honum. Jesús, ég verð að segja það. Nei, okkur senda hann ekki hann langan, já. Þetta er aldrei runningur. Nei, hann reyndi að fiska runningin hana. Björgum var næstu fyrir Njaski þetta. Við býðum spenntir þetta fyrst að Njaskinu. Já, það verður náttúrulega að stoppa leikinn til að vera alveg Njask. Jú, mikið rétt. En þetta má ekki vera þannig Njask að við þurfum börur og eitthvað vesen. Nei, það er meira Njask. Þá fyrir við ekki að tilkynna það. Það er svona vesen, já, saman að því. Gestir! Þetta var vel gert. Þetta var atvinnumann afgjörsla. Hann bara vippar hann að það var engin markmaður í heiminum að verja þetta hvað þá svona Gunnar Hrafnkels. Ég veit ekki hvað ég sagði Gunnar Hrafnkels, hann heitir þetta Gummir Hrafnkels pappans. Jæja, Egil Björgvarsson ósáttur með stöðuna. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Staðan er 19-13 Egil! Staðan er 19-13, staðfesta tölur! Hann heldur að sé 18-13, hann hugsa tölur en ekki leikinn. Og þá bara lagar hann stöðuna sjálfur. Hann er greina svolítið trilltu gæja, hann bara mjög reiður til dómarna. Er ekki 18-13, sagðan. Og síðan bara fer hann einhverja fint og skorar. Já, hann lappar í gegn. Léleg vörn. Já, þokkalega og sók. Þetta var engin vörn bara, það er bara þannig. Þeir horfðu á hann, fara í gegn. Herru, og svo ég komið því að þá er Unnar Jóhansson yfirmaður Dalhúsa, hann er á Spáni að horfa og hlusta á okkur. Lesaður Unnar. Já, Valdimar Unnar Jóhansson. Skemmtilega gert! Fríkast! Ég hefði viljað sjá víti. Já. Þetta hefði getað verið vítakast, það er engin spurning. Mögulega.
Já, góði, það eru stór fregnir úr Ég heyrði Garðabæ. aðra töluna, Stjarnan KR 41 hvað? 20. 40-20. 21 mark KR-ingar sigur. byrja á því að láta Þrótt Vogum sko slátra sér og svo bara sömu tölur ef ekki stærri tölur hjá Stjörnunni. Já, KR-ingar eitthvað að gefa eftir. Þetta var skrítið skot. Hendi var uppi. Vel var hann er komið með Hendi var 8 uppi. minn maður. Ég vil fá hann í 14 skot. Hann þarf að fara allan í 6. Ég held að fara í 15 pluss þessi maður en veðmál var bara 14. Þannig að hérna, já, hann er búinn að vera flottur í dag, hann Sigurjón. Sigurjón, Guðmundur, Hrafnkelsson, Já. Guðmundsson. Andri, Hvað er ég get sagt ykkur það, góði gestir, að þegar Andri var varaskeifa fyrir Bjarkam á Elísson, leikmenn Fúkse Berlín, þá var Bjarki að kenna honum þetta. Já, sjáðu Björgvin með sitt 5. mark. Þannig að allt sem að Andri getur og kann, þá lærði hann að Bjarkam á Elísson, leikmenn Fúkse Berlín. Þetta var mjög vel gert hjá honum og hérna hann er greinilega góður að taka eftir, meðtöku vel. En þetta var ríkalega vel gert hjá honum, Andri er að eiga stórleik hérna. Andri kom með 7 mörk. Já, Af 15. það eru tveir sem að berjast Dominos pítsun hinum megin, það eru Andri og Sigurjón markmaður. Engir aðeins sem kom til greinu, svo er allavega. Vítakast, Þetta er réttur vítakast, já. dómur. Donni hristir hausinn, en það þýðir bara ekkert. Þetta var 100% réttur dómur, hann bara fer fyrir hann inn í teig. Sama hversu mikið hann hlæðir, dómarinn ekki að fara að breyta dómur. Nei, hvað þá Gísli sem vinni á Íslenska gámafélaginu og Gunnar Óli sem var einu sinni top 3 bestu vítaskiptur á landinu í fótbolta. Og Andri er mikið að vinna með kloppan og gólfið. Hann er komið með 8 mörk, Viktor, þetta er of mikið. Og mikið fyrir minn smekk. Já, hann verður með svo 12-13 mörk hérna. Þetta er ekki skotið sem við viljum þarna ekki 9. brjóta á honum. markið hans Andra, eða hvað? Jú! Já, þetta er allt of mikið. 9 mörk, já, Andra. Já, þetta er bara allt of mikið. Þetta við erum að gefa þeim mörk trekk í trekk og það er algjör óþarfi hérna að fara í skot eftir 3 sekúndur. Þetta er bara, ég ætla bara að segja þetta að vera afleitt ákvörðin hjá Donna. Samanlega. Þó hann hefði skorað afleitt ákvörðin. Hvað akkur er hann að flýta sér? Ég veit það ekki, ég bara hef ekki, hann var pirraður hérna og ætla ekki að svara fyrir sig strax en þetta er ekki leiðin. Við erum að fara í færi. Já. Hvað er að gerast hérna? Viktor, við erum bara ekki með þetta síðustu 2-3 mínútur. Ég veit ekki hvað Addi sagði í hálfleik, en það er allan ekki að skila sér inn á völlin. Nei, Nefnir hefði sagt stráka slökum á. Já, Hleypum Hákon í slaka leikinn. á er að eitt, en þeir eru ekkert að slaka á, þeir eru bara að hafa þessu vitleysingar. Ég meina, hvað hélt Brynjar að kæma út úr þessu annaði ruðningur? Mark. Nei, það var aldrei að fara að koma mark, hann vissi Nei, það ég alveg. held hann að það samt alveg haldið það. Ég held að hann ekki haldið það. Það er eitthvað svona að skrítin á reyðum, ég hef ekki síðan svona oft áður. Skemmtileg sendingin í hodni, Já, en Andri komin út. En góða sendingin, við fýlum þetta. Björgvi með skemmtilega línusendingu, en Guðmundur Hrafnkelsson eða Sigurjón Guðmundsson, ég með velja, hann er að éta hann á bolta. Sigurjón er komið 9 varða bolta. 9 varða bolta, góðu gestir. 5 í viðbót á Hvað er vinnurinn. maðurinn gaman? Þetta strákun lítur ekki út fyrir að vera mjög gaman. 16, 17, 18. 17. Já, ég meina hann er ekki hann aldrei er meira en 18. Max 18. Já, og hann er bara eiga stórleikina móti hörku liði Fjölnismanna. Sem situr í öðru sæti. Já, þetta er bara, þetta er sérstætt. Já, við þurfum að standa á aktinum og við erum búin að gefa þeim hérna 3 mörk bara á færibandi og silfurfati. Andri með skemmtilega línusendingu, Tryggvi, já, 2 minna brosið og fór beint í andlita á honum hann. Hver þá, er það ekki hugmyndu hver það er? Það er Kristjánur Kristjánsson, já, hann Er fór hann beint í eitthvað andlita. pirraður? Ef að Donni er eitthvað pirrað, það er best að hvíla hann aðeins. Já, setja kælipók á hausinn, Já, róa mannin. ég myndi hvíla hann í 2-3 mínútur, engin spurning. Hann fær allan að hvíldi í 2 mínútur núna. Já, ég er talað fyrir utan það. Já, þannig að þú ert... Þá meina ég 4-5 mínútur, já. Já, alveg, alveg. Skilji. Vítakast, 2 mínútur, Andri skorar sér 10. mark. Ég held að... Hvaða einsmann sýning er þetta? Ég held að skor ekki. Ég held að skorið því miður, ég held að setja í klófið yngvari. Heldur að setja 44 mörk í þessu leik? Að þeir eru númer 44. Nei, ég held að skorið svo... Sjáðu, hvað sagði ég? Setur í klófið á honum enn og aftur. Ég held að hann fari í 15 mörk allavega. Hann er bara vítaminsprautan í þessu liði. Hann og markmaðurinn. Þeir eru búin að halda þessu ákvæli á floti Það í er þessum 28 Viktor, það er 2 marka munur. Þetta er allt og lítill munur hérna. Við þurfum að fara að keyra þetta í gang. Já, það vantar Guli. bara...
Það vantar allan eitthvað svona... Ég veist bara að vanta karakter í Fjölnis. Já, ég meina það, ég hef ekki séð það svona mjög lengi. Þetta er mjög skrítið. Jésús Kristur, það er eina sem ég segi. Og Andri vill helst ekki gefa hann, jú, hann gera það samt. Og það er Eyþór með sér bara fyrsta mark, held ég. Já, mikið rétt. Nei, það er einsvarsmunina. Nú erum við bara, það er momentum hérna hinum megin. Það er ekkert að frétta okkar megin. Nú þurfum við að slaka eins og koma okkur í stemninguna sem við vorum í hérna í lok fyrrháleiks. Já, og heyrist ekki múk í stúkunni. Við köllum eftir stemning úr stúkunni. Já, við þurfum að fá stemning í stúkuna og við þurfum að fá stemning í lið okkar. Já, við köllum aðna. Stúkan svarar kallinu. Og svo Svenni með þessa klippingana, hann verður að vera ógnandi með þér. Þú veist, hann er bara að klippa alltaf að klippa, hann er ekki að klippa alltaf að geta skotið sjálfur. Ká! Já! Jakob hafði efasemdir um hann að drengir í hálfleik. En hann er að svara Jakobi. Þú ert að tala um Jakob Steinn Stefánsson sem eitt sem var efnilegur í handbolta. Já, það er búið að tróða sokk upp í hann, góðu gestir. Já, hann treður sokk upp í sig sjálfur á kvöldin. En hann er að fara að spila leikinn eftir á móti þér, Viktor. Jú, mikið rétt. Þannig að það verður veistla og ég er að fara að lýsa því. Skemmtileg sending. Ég hann hafi rugglast á mörkunum hann. Það getur verið. Eftir leikinn sem hann hitti í. Já, eftir leikmennan kommenta á þetta. Ég er sammálaður. Ég er okkur að spurja hann eftir leik. Þetta er örgulega truflandi fyrir hann. Við biðum... Og pælti í því ef markið hefur opið, þá var það ennþá verið. Hann ætlaði að snúa hann í stúkuna inn. Já, hann ætlaði að snúa hann einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig hann ætlaði. En hann reyndi að, ef við gefum hann props fyrir að reyna. Þetta var svona Happy Gilmore moment eitthvað. Já. Og Donni... Sveinn. Donni labbaði gegn strákur. Jú. Ég meina þetta er það sem hann á að gera. Hann á að koma sér í opnanir og mæta þá á ferðinni. Ekki verið svo einhver algjör steik að skjóta hérna það eru skjóta á einhver tempói og þú veist á einhver tíma. En þetta er enginn að stoppa hann hana. Og... Já, Ká, góðir gestir! En það er eitthvað fríkast dæmt, já. Já, við treystum Gísla fyrir þessu. Það er nú bara þannig. Er eitthvað meira að gerast þarna? Það er tekið leiklið. Timeout, leiklið. Hvað er að gerast þarna að vera að sína síman? Öddi er hérna að sína. Hann er að sína öll úrslit. Það eru mörg óvænt úrslit að gerast í báðum deildum hér. Við getum tekið yfir leikliða sem er ekki tónlistina. Við getum farið hérna yfir. Það er FH að sigra langþráðan sigur. Móti Gróttu. 26-23. Já. Og Framarar slátruðu Víkingum 29-18. Haukar er að sigra Eyjamenn í Eyjum 23-26. Og staðin í leik Afturhelding er 28-28. Æsi spenna mínúta eftir. Það sem að Garðar vinur okkar úr HK. Það er býðið við Afturhelding var að komast yfir og það eru 30 sekúndur eftir. Er Garðar búinn að skora fyrir Afturheldingu eða? Er Garðar búinn að skora fyrir Afturheldingu? Spyr Ingvar. Svarið er einfalt. Hann kom að láni. Nei, ekkert mark kom í honum. Hann kom að láni frá HK. Nei, kom að láni frá FH. Fór til FH fyrir tímabilið. Ekki fengið að spila mikið. Herri, ég sá það hérna, Viktor, í leiklíðinu að svipurinn að bjarga sig. Hann átti alls ekki að tapa þessu leik. Hann var mjög svona, hann var þetta yfirvegar, en maður sá það á honum að gulla fyrirhundi herra Ísland að það er komin, nú er komin blóð og tennundar. Það er hérna spurning. Ætla sér að vinna hann leik. Ég var að fá spurningu frá áhörnanda einhver. Já. Hefur þú spilað meistaraflokksleik í handbolta? Nei. Þú hefur ekki gert það? Nei. Ég hef spilað nokkra. Ég hef spilað reyndar utandeildarleik. Já, við tökum það ekki inn í. Ég hef spilað nokkra leik í fyrstu deild. Já. Með Þrótti, Fjölni og Fylki. Já. Byrju, þú varst þú í Fylki með Sveppa á sínum tíma? Já, ég var með Mackindostóll upp í stúku, ég var svo ungur. Já. En þú það var einmitt með mér, leikmaður Fúkse Berlín, Bjarki Már Ellisson, við vorum trilltir upp í stúku með Mackindostóllur og sleifar. Ingvar ver að allt öðru heldur en að ræða þetta. Förum að ræða leikinn, góði gestir, 22-19. Ég fór aðalega sem þess að Mackindostóllur sem varst að tala um. Mér langar bara í Mackintosh. Já.
ekkert, fríkast, eitthvað, já, Nei, það er bara fríkast. ég held að hann var að dæma hotn hana. Já, ok. Gott hann dæmdi fríkast alltaf. Já! Hvað er að Björgvini Pál Rúnarsinni? Hann er með 6 mörk hérna. sitt 7. mark, 23-19. Nú er momenti komið okkar Já, megin. við þurfum að tróða þessu núna í 5-6 mörk aftur. Þá verðum við bara komin í toppmál. Nú viljum við að momenti haldi áfram hér á vinstri vallarhelming. Varnarlega þá, sem leiði yfir í skemmtilegt momentum sóknarlega á hægri vallarhelming. Ég veit ekkert hvað ég var að segja á okkur. Nei, ég var gaman að þessu. Ég ákvað að vera kjaftstopp í fyrsta skipti í leiknum í 3 sekúndur. Svavar Knútur, nei, samskiptin. Já, Svavar Kári held ég. Kári, já. Var hann í Vestmannum? Hann var í Eyjapegi. Já, engin spurning. Ingvar var að segja hann hafi varið þetta, veit ekki með Ingvar það. kom alls ekki við boltan hana. Ingvar kom alls ekki Já, við hann er að reyna að segja okkur að við trúum honum ekki. Við erum með þetta hérna á upptöku, alls Það ekki. er búið að skoða replay hægt. Snert hann ekki. Ói, Eyþór Vestmann mætir Donna vel úti, brýtur á honum, fríkast. Donni, nei, ekki upp, nú fyrir hann upp, Þá hausar Guðmund Hrafnkelsson. Já, Kristján Þór Karlsson með 4 mörk. Það er 24-19, nú eru komin í þessi 5 mörk. Nú þurfum við að halda áfram. Þetta var jakkafattasokkur. Þetta er komið yfir í ullasokk sem er búið að tróða upp í kópa hérna. Já, ég veit ekki hvað manni dettur í huga að segja Kristján Þór Karlsson styrki liðið ekki. Já, sé ekki með þetta bara þó hann sé gróttumaður. Fýtstrákur. Topp eintak, ég á með rútu frá Selfoss daginn, algjör topp eintak. Þurfti að hlusta á mig 50 mínútur í rútu og hann hafði gaman að því. Þá þýðir hans í topp eintak. Það er nákvæmlega þannig, Ingvar. Svenna er illt þarna í kinnbeininu eða í kryptonítinu sínu. Það er eitthvað að plaga hann hana. Ég held að sé með tannpínu. Já, örugglega. Þessi verkur sem hann fær á sig, ég var örugglega farin í sjúkrabíl. Þetta er Sveit Þorgeirsson, sonur Þorgeirs. Þeir byggðu húsið hérna saman Dalhúsin 87. Og þú rugglar ekkert í svona mönnum. Þú meiði þig. Hvað er þetta? Þetta er allavega 2 mínútur. Þetta var rosalega 2 mínútur. Ég hefði hugsalega gefið 4 á þetta. Jafnvel. Já, en vel gert hjá Donna að sækja þetta. Og þeir skipta hér í vítinu. Guðmundur Hrafnkelsson fyrir að velli og inn á kemur uppalinn fylkistrákur. Þjálfaðan dreng, toppeintak, frábær markmaður. Þannig að menn vita hvernig hann hreyfir sig. Frábær markmaður. Ég ætla nú bara að tilkynna hinum einn og hinum einn vallarins er Eyþór Snæland kominn inn á. Hann er með byggði Snælandsvídeó hérna í Kópavoginum. En hann er ákvæðingur ekki sett. Rétt, uppalinn og það er varið. Baldur með sinn fyrsta og eina varða bolta hérna. Og hann heldur bara áfram inn á eða hvað, nei, hann röltir út af eða hvað býði við. Hann veit ekki alveg, hann er... Á ég haldi, nei, hann verður áfram, flott. Hann var ekki alveg viss þarna skrítið því að Sigurinn er búinn að verja mjög vel og ég hef búinn að tippa og færi 14 varða bolta. Það gæti verið að breyta þessu núna. Já, þvílíkur varnarleikur, hann var allt galopið vinstra megin. Nú styði ég hákáðingur að taka markmann út af, setja annan sóknarmann inn á. Þá geti fengið mark á hann. Hann er aldrei að sækja á markið, þetta getur ekki vítakast. Þjálfarar HK biðjum víti, ég er ekki sammálaður. Það er aldrei vítakast, hann reynir ekki eins og sækja á markið. Það stökk bara stökk upp. Það er ekki hægt að dæma víta það. Þvílíkur varnarleikur! Og svo senda, já, hann neitar að senda hann. Vel gert þarna, hann er komið með 7 slummur hérna. Shipen Slumos. Já, Björgvin Páll með 7 mörk. Herri, við erum komin í 6 marka munina og við viljum vantarlega færa þetta nær 10 mörkunum. Þetta er bara ekki neitt. Það er búið að Gísli dæmi sóknarbrot. Gunnar Óli stoppar tíman og ætlar að gera hvað? Þeir eru ekki með headsetið. Headsetið er ekki, Gunnar ósáttur.
Valladómari dæmir. Vallardómari stjórnar. Það valladómari sem dæmir þetta. Ytri dómari stjórnar, það bara þannig líka út 9:50, þá hefur bara yfirhöndina. Já, þetta var hárréttur dómur Gísla, ég að fíla þetta. Takk Gísli minn. Hashtag takk Gísli, reynum að trenda þetta á Twitter. Fyrstur til að segja hashtag takk Gísli, hann fær high five. Og sá sem gerir hashtag takk Gísli, hann fær mægispoka frá Íslenska gámafélaginu til eigin notkunar. Hvað ætla Svenna að gera þarna? K, með léleg sending, slæm kemst ekki í sending gegn, þarna. þá fer ég bara upp í lofti og læt verja frá mér. Beint á hann hana. Jæja, Baldur samt með vörslu. Annað skoti hjá þessum uppala fylkismanni. Herru, það er ennþá 25-19, liðin í upp. Það veit enginn hvað er að gerast þarna, hann kastar boltanum í öxlin á honum. Það eru 13 mínútur eftir hér. Já, nú er hann komin inn á stórvinnu minn Sigurður Karlsson. Fýtstrákur. Já, toppstrákur kemur úr leikmannhópi Hákon Spritte hérna sem að hefur verið að framlega nokkra leikmannina gegnum tíðina hjá HK. Hann hefur komið með á nokkra. Vel gert hann á Tryggva sem að skora sitt 3. mark. Lítið sérstundans í seinni hálfleik. Tryggvi Þór Tryggvason að skora sitt fyrsta mark eða hvað. Donni missir boltan. Það er að gera sérna, enn áttu dettu í þennan. Og frábær sending á Andra, en Þarna. Þú ert ekkert að setja hann í klofi í 18. skipti, kallið minn. Það bara virkar ekki svoleiðis, hann lokaði að lokum. Vá, lokaði að lokum. Ingvar Kristinn með sitt 12. varða skot. Og eins og segir, þá ert ekki að fara að gera þetta í 100. skipti og búin að gera þetta allan tíman. Þannig að hlaut að koma að þessu. Og já, Andri skammast þeim bara fyrir að reyna þetta. Þetta er ljótt. 25-20. Hann er bara hannig. Fjölnismenn taka leikli. Arnar að lesa pistilinn yfir sínum mönnum. Finnst þér ekki nú bara að ég sé að kritisera dómarna, þeir eru bara að standa sér frábærlega. Við horfum að sá hérna Gísla og Gunnar Óla, það var mjög fyndið að þeir væri dómarpar. Já. Þetta er svona kannski ekki alveg svona Þetta er ekki það typikal. Nei, en það er líka svo gaman sko, ungi, gamli og nýju tíminn að mætast eitthvað með henn og Gunnar Óla kennur að taka víti í fótbolta.net keppninni og Gísla kennur að flauta. Já, og Gísla kennur að lífa tilvörn. Já, ég meina og nýta mægisbókana. Tala blómin og bíflugurnar og nota mægisbókana góður. Þannig að ég held að þurfi klárlega að tala það er hægt nefnilega að nota mægisbókana í bíflugurnar og blómin sko. Það er einmitt málið. Ef þú pælir því, en hérna kannski alveg út eitt með sjálfu þér, en það er hennar mál. Ég veit ekki hvernig lyktin verða það, það er skrítin lykt af mægisbókunum. En að allt öðru. Já, þetta var kennsla í boði, þetta var líffræði 101 með Viktor Lekve. Og Teka mér enga tíma. Engi spurning, ég panta fyrsta tíman og síðasta tíman. Ég tek við pönturum 3. nóvember, síminn er 695 11 15. Nákvæmlega. Nei, Arnór Ásgeirsson er bæði búinn að hashtagga og kasttagga takk Gísli. Hann á inni mægispoka, high five og hann fær að vera gesta fyrirlesari á fyrsta fyrirlestunum líffræði 101. Blómin og bíflugunar, 3. nóvember. 695 11 15 eða bóka tíma. Engin spurning. Þarna hefði viljað sjá hann hamra. Þetta var satt vel gert hjá honum. Hann náði honum yfir, setta hann úr liðin. Hann bara hitt ekki alveg, en ég ránaði með þessa tilraun. Þetta var nákvæmlega skoti sem hann átti að taka. Egill í gegn sjálfur. Af hverju tóku ekkert að frákast? Já! Ingvar Kristinn Guðmundsson. Hann er með 14 varin skot hérna. Þetta fekk Ingvar. Já, þetta var glæslega varið Ingvari og hann fekk þennan klárlega skráðan, það er ekki spurning. Þetta er að gerast. Já, þeir eru komnir í tippakeppni Björgvin Páll og Ingvar Kristinn Dominus pítsuna. Hann er bara svoleiðis. Er það ekki? Jú, ég er sammála þessum. Eins og staðan er núna allavega í þessu. En Pálmi Fannar stjórnar hér spilinu hjá HK og Andri leysir inn. Og það er enn og aftur Ingvar Kristinn Guðmundsson.
Hann er með 15 bolta að varða. Ég er orðinn þreyttur á að segja Ingvar Kristinn með. Þetta er eins og ég bara, þetta er svona komið eitthvað svona trendur sem Ingvar gott talent, IKG. Hann er hérna, við nennum ekki að segja Ingvar Kristinn Guðmundsson lengur. Það er bara búið. Það er búið. En hann hættir ekkert að vera, ég var til að sjá Bjarkan hann inn á bara í lokin. Samanlega. Því að hann er búinn að vera frábær í síðustu leikjum. Og Ingvar er búinn að skila frábæri dagsverk hér þó að það sé ekki sigur unnin, ég veit það, en ég bara... Það væri gaman að hann fá 5 mínútur þarna. Já, Það er að skúra gólfið. Svenni og Sigur Regill hann í kyndingunum. Sigur Regill, skemmtilegu leikmaður. KK! Og þarna Kristján Þór Karlsson. Ef einhver á risastóran, illa lyktandi sokk þá er Jakob Steinn Stefánsson á svæðinu. Endilega tróðið upp í hann. Já, þurrka gólfið. Gísli með puttan á púlsinum að vanda. Bergur hleypur á velli og inn á kemur uppbóls leikmaðurinn minn í Fjölnisliðinu. Sveinn Jóhannsson. Og uppbólsmaðurinn minn í lífinu. Sástu Berg þegar hann fór út að hann benda á augun á sér eins og hann var grátandi. Eða hvort hann var að segja láttu að gráta, ég veit ekki alveg hvað hann var að segja. Ég sagði láttu að gráta. Já, láttu að gráta. Hann bent á augun á sér mjög skringilega en hann er náttúrulega á það til eiga skrýtnar hreyfingar. Bergur Snorrason. Frábær leikmaður sem sem. En Svenni Jóhanns komin inn á að spila bakvarði vörn og svo línu í sók. Sjáðu hreyfingarnar. Hann er bara með Kára hana. Já, veiðir þess að línusendingu. Og Ingvar Kristinn Guðmundsson! Já, ef hann á ekki skilið Dominos pizza og veit ekki hvað, ég er búinn að skrifa hérna marka á piltinn, hann er komin á töfluna. Já, hérna er 15 varir skot og 1 mark, ef þú ert ekki maður leiksins þá er eitthvað mikið að... Ég skilði það ekki. Þetta var eitthvað, endilega ekki hafa markmann hákáðingar. Já, 2 mínúta, KK! Hann var hann þreyttur, Egill líka þreyttur. Egill fer meiddur af velli. KK nennir þessu ekki lengur, hann þarf að fá 2 mínútna hvíld. Orðið þreyttur kallinn og Addi vildi ekki hleypa honum út af. Nei, eðlilega Tekur hann bara 2 mínútur. Eðlilega, þetta er nákvæmlega sem maður á að gera í þessari stöðu. Mótmæla þjálfaranum. Heyrðu, það er 8 marka munu, Viktor, við erum að koma... Sérðu hvernig mættur inn á? Já, okkar maður, hann getur ennþá, hann þarf 5 vörslur upp í hann á 14. Á 9 mínútum, það er allt hægt. Og Eyþór, hann er langt að fá rautt, hann spilar ekkert. Já, þetta var Aron Gauti. Þetta var rosalegt mark. Þetta var rosalegt mark. Já, þetta var rosalegt mark. Jæja, nú þurfum við að koma svo aftur upp í 8. Við getum ekki verið að slaka á núna. Á algjöru þurfi manni færri, ég vil mark. Það er eina sem ég byrði, það er mark. Ég er ekki að byrja mikið. Og nú byrði ég ekki heldur mikið, en ég vil fá eitt Svenna-mark hérna. Þarna kemur það, gjörðu þessu vel. Nei. Þetta er, þú veist, hann er að láta hann verja frá sér, vel gert hjá Sigurjón, en þetta er bara svo, hann er búin að gera þetta tvisvar leiknum, fór galoppi skot, mér finnst hann bara skjót illa. Sammála þér. Þeir verja hann ekki í samskeytunum og Svenni á að hamra þangað. Svenni á að gera krútlegur, það er bara óþægilegt. Þannig svo ég reyna að vera harður, bara gengur ekki upp. Jæja, enn og aftur að vera tenniskapinn með sitt 3. mark. Bjarki Finnboga. En að bróðir Alfreðs Finnboga, ég veit það ekki, þú veist það betur, Viktor. Nei, ég held ekki. Þú ert mannfræðingur, þú þekkir þetta. Ég held að þetta sé sonur Kristjáns Finnboga. Þetta er sonur Kristjáns Finnboga, já. Eða er það barnabarnans? Það getur verið barnabarns Kristjáns Finnboga. Nei, hann tók eftirnafnið af pappa sínum. Jæja, við skulum hafa þannig þá. Ég er til í það. Úi, pussið! Rautt. Þarna áttur rauðarspjaldið að koma. Þetta hefði geta... Eyþór kannski komið, hann er komið allavega 1 brotthúsunni, ég veit ekki hvort sem komið 2, hann er komið 2 mínútur brotthúsunni. Já, það er rauðarspjaldið. Hann á séns á rauðarspjaldi, góðan séns. Ég hugsa með þess að hann vilja fara fyrr í sturtöldun hinnistrákarnir. Hann er svolítið ógnandi, hann er með fullt af tattúum. Þannig að ég hef aldrei farið í sturtu með slífuðum manni. Skemmtilegur strákur, samt sem áður. Já, flottur strákur. Ég er ekki að segja að tattúverða menn geta ekki verið skemmtilegir, geta bara ógnandi í sturtu. Já, minna það. En það var bara Þú hefur alltaf slæma reynsla því, Ingvar. Nei, ég á það eftir. Ef einhver býður sér fram. Já, það er bara dæmt sóknarbrot. Þetta var skrítið samt, eða ekki? Ég veit það ekki alveg, ég sá þetta ekki. Ég var ekki að horfa að viðurkenna, ég var að heilsa Matta. Ég sá þetta ekki nógu vel. En ég held að hann derði fríkast. Jæja,
Það eru 6,5 mínútur eftir. Tuttugasta, 22. Új. Þetta er réttu dómur, þetta er réttu dómur. Hákamenn í sókn, stað 28-22, 6 mínútur eftir. Hvar Kristinn? Hann steig bara og stoppaði boltan. Þarf ekki að vera flókið. 16 varði boltar og einn gripinn með ökklunum. Já, 16 varðir og eitt mark! Og eitt mark á kallinn. Ef þetta kallar ekki á dommara pluss súkkulaði Nutella gott, þá er eitthvað að. Meat and cheese, kók, brauðstangir á kallinn í kvelli. Það er nú bara svolítið, það er nákvæmlega gjafbrið sem hann fær á eftir. Pizza matseli, gott og gós með því. Hann getur bóðið frúnni með sér. Skemmtileg frú. Fótur. Það er rétt. Svekkjandi að dæma þetta þegar 7 mörgum undir eða 6 mörgum undir, þetta er samt fótur. Þú verður að dæma þetta, þú mátt ekki sleppa. Nei, það eru sömur reglur núna og í upphæðu leiks. Hárrétt. Það er nú bara þannig. Og sjáum að HK Breiðar þá láða að taka Kristján Örn úr umferð. Skemmtileg, línusending, skemmtileg. Staðan! Mér finnst allt skemmtilegt við þetta. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Já, Svenni fer þarna í gott brot sem orsakar bara frikast. Þarna var fyrir Njaski leikmaður. Já, Sigurður Egill var fyrir Njaski. Þarna var Sigurður Egill fyrir Njaski. Þannig að næstu skot. Nei, við ætlum að ráða hennu frá því. Já, ekki segja þetta. Við skulum frísta þetta. En þetta var, já, hann varð fyrir Njaski, það er klárt. Jóhann Örn á þetta bara inni síðar. Það var mjög ljótt að segja að hann voru fyrir Njaski í hátalarkjárið. En vissulega var það fyrir Njaski. Vissulega og við drögum ekkert úr því. Ef einhver er ekki að fylgjast með, þá það er það vitað af því. En það sem er best að vita að þetta var nógu lítið Njaski til að hann haldi áfram. Já, við fögnuðum því. Já, að það er mikill að láta Svenna hamra sig niður og standa upp aftur. Og þetta verður grjótharður. Já, og Sigur Egill er það. Ekkert minna grjótharður. Já, Varinn, Ingvar bolti. Kristinn 17. með 17 var skot. Ingvar Kristinn er að mínum að allan að maðurleiksins. Samanlega. Já, þannig að við erum að fara að velja hann og að spurningu liði gestan. Það er 3 mínútur eftir en ég myndi segja Andri Þór Helgason. Já. Þannig að það voru bara með þetta gjörsanlega niður. Lærisson Bjarka Más Elíssonar, leikmann Fúkse Berlín. Já, sem er góðvinni þinn ekki satt. Ég kannast eitthvað við hann. Já, og hann þarf að umbera þig eitthvað áfram, atvinnumaðurinn. Það er víst. Já, ekkert á þetta, hárrétt. Þeir láttu þetta fljóta núna. Sjáu Andra. Hann er komið 10 mörk, hann getur bara sest á gólfið þessuna. Ingvar var þetta gefinsvöslu þarna, 18 var hann skot. Mér finnst að línumenn mig alltaf skjóta fyrir utan. Já, í samanlegi, skjóta maður að drippla mikið, drippla og skjóta. Ég vil sjá línumenn drippla og skjóta. Taka fintu, reyna gafbreyfingu. Og timeout. Þetta er hugsaðlega, já, ok, þetta er leikni. Hann nefndi þessu bara. Já, ég persónulega hefði beðið með þetta. 3,5 mínútur eftir 8 marka munur og hann nefndi að taka leikli. Já, ég veit ekki hvað þeir ætla að reyna að stilla upp í. En auðvitað getur markallar skipt máli og það er nóg eftir leiknum. Þeir geta, nei, en á næsta ári ef það eru. Nei, það er ekkert svo veist. Nei. Einmitt, það er ekkert sem gerist. En engar síður, þú vilt enda sem efst í töflunni. Það er mikið rétt, þó að það sé markatala sem að skilji þar á milli. Já, Jón Pálsson sem er hérna út á gólfi, hann er að minnum á það, hann spáði 30-25. Hann segir þessi ennþá hægt, hann er spáði að sitt lið skori bara 1 mark inn í lokin og gestinni 3. Það getur gest. Ég sé það gerast. Sérstaklega með það að þeir sé að taka hérna eitthvað pepp leikli. Ég hef séð 1 lið skora 1 mark og annað 3 í handboltaleik. Það getur gest. Ég hef með þess að sé það sem lokatölur í flokkunum sem ég þjálfa. En hérna, ég þjálfaði leik á Reykjavík-mótinu sem var 1-1 í hálfleik og leikur fór 2-1. Skemmtilegu leikur, mikið dýrðir varnarlega. Já, það er bara svoleiðis. Stórkastlegar markveislur. Eftir að setja Nínu í marki og fekk ekki marka á sig í einhverjar 17-18 mínútur. Gefum Nínu gott klapp á hrundi góðir. Já, nákvæmlega. Þeir sem eru að horfa og bara hugsa vel til Nínu. Nína er góð stelpa. Engin spurning.
Herri, já, það 3,5 eftir. Viktor, nákvæm lokatölur. 31-23. Ég ætla að segja 32-24. Við spáum báðir 8 marka seri. Það 7 marka munur núna. Og það 33 mínútur í stórleik kvöldsins. Þetta uppbytunarleikur. Og það leikmann 27. Andri Agassi sem skorar sitt 4. mark. Sonur Kristján Finnbogasonar. Jói. Þetta komið rautt spjald, þetta var rétt. Nei. Jú. Ég vann mitt veðmál. Já, þú vannst veðmálið og ég vinn ekki mitt, hann þarf 4 viðbót. Ég ætla að segja, ég vinni það ekki. Já, Eyþór Vestmann með rautt spjald hérna. Það var rétt spáð hjá þér. Fann það einhvern veginn á mér að myndi fá rautt í þessu leik. Já. Frábæri leikmaður samt sem áður. Hann fær hérna smá einkasýningu, þakkar Ingvari fyrir leikinn. Kíkir upp í stúku á félagana. Og hann þarf ekki að spila síðustu 3 mínútur. 3 mínútur eftir, ágættir hlustendur og áhorfendur. Það 6 marka munur hér. Og hvað gerist? Boltinn út í horn. Og það Alli! Nei, það var einn. Hann komið 11, hann var 3 yfirbót. Já, við erum að fá skemmtlar. Allan að við veitum það að vera að hlusta á okkur og horfa á okkur allstaðar að. Já, Þýskaland, Noregur, Spánn, Vestmannaeyjar, Ítalía, já, það allt að gerast. Atvinnumenn í handbolta, atvinnuþjálfarar í fótbolta og svo framvegis og framvegis. Atvinnuþjálfarar í handbolta. Já. Það eitthvað sem segir mér að rauða þrjumann Kristinn Guðmundsson sé að hlusta á okkur líka. Já, ég hef ekki þá horfður hann þegar þetta er komið sem fastur hlekkur á YouTube í kvöldið á morgun. Hann er allir í Noregi, hann er 2 tíma undan eða eitthvað, hann veit ekkert hvað er að frétta. Örgulega fann að sofa. Örgulega fann að sofa, það rétt. Já, beint í stöðu afturstrákar. Já, 29-23 og 2 mínútur eftir. Og hvað ætla hann að gera? Æ. Fín tilhörn samt. Það vantaði Harpiks. Engin spurning. Jóhann Örn, ég ætla að tilkynna þegar ég er í beinni að þú mátt tilkynna í lok leiks að menn leiksins eru Andri Þór Helgason hjá HK og Ingvar Kristinn Guðmundsson hjá Fjölni og þú tilkynna þegar ég fái hérna gjafabréf og eftir frá Dominos sem ég mun fara með niður leið og leikurinn er búinn. Já, stúkan lifnar við, sending út í hornið, Alli! Já! Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson! David Beckham! Hann er bara svona sjámanninn! Já, hann var ekki hópið í síðasta leik og svarar svo sannarlega kallinu núna. Nýkom með kærustu! Já, við skulum ekkert opinbera ómikið um það en hún er hugsaðar leikmaður Fjölnis og ég segi hún, ekki hann, því hún er í kvennaliðinu. Æja, við segjum ekki meira, en hún er líka númer, nei hún er ekki númer 7 heldur. Ingvar Kristinn! 19 og Stottara í leiðinni! Já. Marko Stottari, það er ekkert, nei, Mark Varslá, Stottari. Já, 31-23, þú spáði þessum lokatölum, ég sagði 32-24. Við þurfum mark og mark! Það getur gerst, en það getur líka endað í ekki mark og ekki mark. Hvað gerist? Spennan er óbærileg. Mark, ekki mark. Nei, hot, ekki mark. Fá mark í þetta hérna. Nei, það er algjör ófæri að fá mark. Algjör ófæri. Fá mark í þetta. Það var 100% árangur í minni spá í þessu leik. Já, nei, ekki mark. Nei, mark, Snöggir. Ódýrt fríkast. Snöggir, setið upp. Ódýrt fríkast. Og víti. Já, stoppa tíman. Við fáum 7 sekúndur. Stoppið tíman. Já. Við fáum 6 sekúndur hérna til að jafna. Andri Helgason skorar ekki sitt 11. marki. Andri, þú verður að skora. Þú verður að skora, Andri. Ég spáði 32-24. Og ég vil fá mark og mark. Ég tek titilinn á hann sem að leiksins að vera ekki. Tökum gott skotsvenni inn í lokin. Engin pressa, Andri minn. Og 11. marki í uppsiglingu. Já, við skorum ekki. Og leiktíminn fjarar út, við vorum mitt á milli. Viktor, ég þakka kærlega fyrir, ég ætla að fara niður og veita velun. Takk fyrir leikinn. Ég þakka kærlega fyrir þessa útsendingu. Ég ætla að fara niður og undirbúa lið mitt fyrir stórleik kvöldsins. Vængir Júpiter Snefinn sem er að sjálfsögðu 3 beinni hér á Fjölnir TV.
eftir hálftíma. Sjáumst. Takk fyrir mig.